Jæja, elskurnar mínar, þá erum við komin eina ferðina enn í þetta podcast, hvað ert að spá? Og ég var svo heppin að fá hana Ernu, sko ég var að segja það með svona áherslu, Ír, Öldudóttir, sem er Reykvíkingur í húð og hár, 101, og þess vegna náttúrulega örugglega komið með, ég veit ekki hvað ertu komið með? Hvað er ég komið með? Ég varð nefnilega að spyrja einhverja spurningar sem að enginn vissi svarið á, en hún er allavega ekki komið með kærasta. Nei, ég er ekki komið með kærasta. Ég er heldur ekki að leita mér að kærasta. Ég vil Nei. bara gifta mig, Já, annars vil ég bara vera á lausu. já, en þegar maður er í 101 þá er svona, það er meiri þvælingur á fólki þar, heldur en á Álftanesi hérna, það maður sér bara einn Er hest það samt? Var ekki einhver ananasklúbbur og swingersklub og er það ekki allt hérna í Garðabænum Já, Garðabæn, og sko. Seltjarnarnesið og það er allt í útkverjum. Já, sko. Ég hef ekki orðið vör við þetta í 101. Já, þarna til dæmis núna neita ég fyrir bara eins og sko Júdas fyrir Jesú sko í þekkjan að ég er náttúrulega ekki í Garðabænum, þú veist það sem ég er í Álftanesi og náttúrulega varð Garðbæingur þegar þau keyptu hana sundlaugina og en við höfum ekki fundið lyktina af þessu swingersklúbbi hingað. En eftir að krossin var tekin af Bessastöðum. Hann tekin að, Nei, ég veit það ekki. Ég sá eitthvað um það einhvern tímann. herra guð. Er Já, var það ekki að því krossinn að endurnar, gera gæsana voru að fljúga á hann? beats me. Já, hún var alltaf dorrið til að láta skjóta gera gæsirnir hérna sem að því að kúkuðu svo mikið að í kringum Bessastaði, vissirðu þetta? Nei, ég veit það ekki. Ég var bara svona að spá í hvort að þetta væri ennþá jafn kristilegt og áður hérna á Álftanesi. Já, ég Já, veit miðað það við ekki, við sögu- vorum með miðað við sögurnar. vikingagóðan hérna, þú veist, vikingagóðan, hvað hét hann hérna? Sveinbjörn Beintinsson. Já, hann var náttúrulega, sko, hann er náttúrulega frá Nei. 1800 og eitthvað. Já, hann er dáinn, sko, en það er Já. komið nýr. Já, og ennþá nýr, sko. Já, Þetta var svona fræðu gaur og nú drepur hann mig að því ég man ekki hvað hann heitir en hann var ógeðslega flottu gaukur. En já, ég held að krossin samt komi kannski ekki kristni svo við að því ég sá aldrei þennan kross að því það er svo fallegi Bessastaðir. já, nei, er þetta ekki kirkja sem er hérna líka? Jú, ég skýrði barnabörnin mín þar og svona, ég man það ekki en ég var svo spæld yfir því að forsetinn kom ekki við og svona. Ha, Ég segi það koma því að var verið að messa og veistu hvað við hún var svo yndisleg, hún Jónar Hrönn Bolladóttir, hún skýrði krakka nokkana mína, eða sko ég á þá ekki alveg, sko ég er amman og hún við fengum að syngja svona skemmtileg lög, Þórunn Antonía söng þarna upp á slagið sitt og svo vorum við Geir Ólafs og við vorum með fleiri söngvara og hafa gaman. já. Ragga Bjarna í skýrninni með píanó, allir er að fá sér. Auðvitað. Finnst þér ekki að vera gaman í kirkju? Ég held þú allir að segja, allir er að fá það. Nei. Talandi um það. Nei, fyrst við vorum að tala um þetta og, Já. og saurlífið hérna út um allt. Jésús Kristi, sko. Já. Að því að það var svo skemmtilegt Já. hvað ég var ofboðslega heppin að þegar ég kynntist þér fyrst. Já. Að þegar við fórum nokkrar konur með listasýningu til London. Já, og þeir buðuð mér með og ég man ekki einu svona af hverju. Já, þú varst búin að vera í miklu sambandi við Línu Rut. Þið voru búin að vera að spjalla, voru með svona sterkar skoðanir. Já. Og hún sagði bara, sko, þetta er svo greit pía, ég hef aldrei séð hana. Og Já, við vorum eitthvað að spjalla á Facebook eitthvað. Já, í og Messenger. við vorum svo spenntar, sko. Og svo komst þú og nýbúna að vera í svona klámbúð. Nei, ég segi mér finnst kynlífsbúð ekki flott. Nei, Hvað segir maður? Hjálpartæki er eins og maður sé fatlaður. eða bara dónabúð. Já, mér finnst það svolítið, já, hjálpartækja verslun. Já, það Hjálpartækja verslun kynlífsvara. ástarlífsins. Já.
og svo kemur þú og svona og ert með skemmtileg tattoo og svona og Nei, það var þannig að þið voruð að fara með fluginu eftir hádegi, en það var fullt, þannig að ég fekk flug fyrir hádegi, þannig að ég lendi nokkrum klukkutímanum undan ykkur. já, Og ég fór þarna á eitthvað High Street, þarna Bond Street eða já. þarna í London. Bond Street, er það Nei, Bond, hvað er það heitir? Bondage? Ég veit Bonded Street. Já, ég var alveg bara, já, mér vantar eitthvað svona kynlífsstund og fór í Já. kynlífsbúð þarna Já, og keifti mér einhverja græði, keifti þarna buttplug eða svona rasporutappa úr stáli sem ég á ennþá. Rasporutappa, Já. að því að mér finnst það, það fyrsta skipti sem ég hafði séð þetta og ég þóttist vita hvað þetta væri. Ég bara svona reyndi, Já, það getur verið sniðugt að kaupa sér sko eitthvað sem er vandað og fallegt og endist sko. Já. Og En að kemur þetta í veg fyrir hægðatröðu eða? Nei, ég meina að þú veist niðurgang. Að einhverju leiti. Spurning, ég veit sko, það ekki. ég hef aldrei átt við þannig vandamál að stríða en, og það getur vel verið. Niðurgang. Mjög sjaldan. Já. Bara nánast aldrei. Ég er með svo góð í maganum eftir Já. að hafa alist uppi á afa mínum sem Já. var alltaf með svona, maður var alltaf svona að töða með kæfuna og svona Já. bara nei, við hendum engu á þessu heimili. Yndislegt. Já. Þú ólst upp í afaðinum í miðbænum á Baldursgötunni. Já, Og Stína systir, hún er svona eldar líka mikið gamaldagsmat og hún segir Sigga minn ég kúka bara svo hundarnir á mótnana. Aldrei neitt vissin hjá Stínu. nei, sko, í sambandi við íslenska mat en þetta er náttúrulega gamaldagsmatur, þetta er líka fyrir útlenskan gamaldagsmat, en bara einhver svona hefðbundi mat. Hefðbundi matur er nefnilega svo hollur og hann er svo góður og við erum svo heppin á Íslandi sérstaklega að við erum með einstakt og ótrúlegt hráefni. Það er bara nánast hvergi í heiminum, það sem er svona mikið af hreinum ómenguðum mat og hann er góður. Ég er algjörlega sammála þér að því að maður er að borða á fartinni sem sagt allavegana unnin mat. Hvað Já. kallar maður það? Unnin matvæli. Já, ég bara, þú veist, ég vil alltaf bara skrifa of og undan helst. Já, Já, þetta er sko bara það er fyrir einhver, þetta er fylgja, það ég heyrði aðeins í hurðinni. Það er einhver að fylgja þér. já, mér alveg bara krossbrá hérna. Já. En manstu áður fyrr, þá var sagt að færa einhver á undan manni. Það bara bankað áður maður kom. Já, sko, þetta er svolítið áhugavert. Ég hef nú ekki mikið talað um það, en mér hefur alltaf liðið eins og fólk sé ekki almennilega í tengslu við hvorki sjálfan sig nýja umheiminn. Það er svona, vantar einhverja tengingu. Það er hægt að vita meira og skynja meira. Maður opna bara fyrir það, þetta er svo eðlilegt. Það verður alltaf verið eðlilegt fyrir mig og það sem er auðvelt fyrir mig, það er að sjá einhvern veginn geta aðeins séð fyrir hlutina, aðalega svona í stærra samhengi og líka að sjá stærra samhengi. Ég er mjög góð í að sjá stóra samhengi hlutana. Mér að segja byggði starfsframa minn í útlöndum svolítið á því. Það var sem sagt að sjá mynstur og hluti í flóknum kerfum sem aðri gátu ekki séð. Það var einhvern veginn, þetta er ekki menntun eða neitt svo leiðis, ég veit ekki hvað þetta er. Nei. Það er svolítið erfitt að vera svona. Maður kannski sér eitthvað fyrir. Ef maður reynir að tala um það, þá halda allir að maður sé eitthvað skrítinn, en svo gerist það samt, kannski einhverju seinna. Komið inn í orkuna og orkutíðnina, svo bara hverji grípa það og þarna grípur þú það. En ekki bara ég, það er fleira fólk sem er svona, en það er eins og þau séu fá og dreifð. Það eru allir svona, en þeir eru ekki með opið fyrir það. Já, kannski er Skilurðu? það. Já. Þetta er eins og við erum að tala um mat. Það er mengað. Það er, sko, þá er ekki mengað neikvætt, heldur bara mengað af hraðanum, eins og þegar ég fór með þeir að sjoppa þarna í London og það tók þau 200 ár ein búð og ég var bara, guð minn Jesús, að ég hraðsjoppa, og þess vegna sjoppum við alltaf einar, eða ekki? Jú, Varstu ekki að segja það á það? Jú, ég mér finnst best að fara ein í búðir. Já. Og það er
bæði út af því að ég þarf minn tíma og síðan finnst mér oft erfitt að bíða eftir öðrum. Já. Mér finnst mjög erfitt að bíða eftir öðrum og ég svo... En mér finnst ekkert sérstaklega gaman að kaupa. Þú veist, Ertu bara svona eitthvað að lykta af hlutunum að því við vorum svona í skemmtilegu Kensington? Var það ekki voru ekki Já, mér finnst, Kensington? þú veist, jú, þú veist, ef maður kannski, eins og við þetta tilefni, skildi það var sérstakt tilefni og það var Já. gaman hjá okkur og við vorum bara lítið kringum okkur, það var gaman að fara og lítið kringum sig og sjá hvað er til og svona, og maður dettur niður á eitthvað að þá kannski kaupa með það, en mér finnst ekki gaman að fara gaggjert til að kaupa eitthvað. Mér finnst ofsalega leiðilegt að fara í búðir og í kringluna og ég hef ekkert móti kringlunni, skilur, ég bara svona almennt séð einhverja Já. verslanarmiðstöðir. Ertu að meina þá gaggjert til að kaupa eitthvað, þá ertu með eitthvað hlut í huga eða bara gaggjert til að fara í bæinn og skoða og kaupa eitthvað? Sko, yfirleitt ef að ég fer gaggjert til að kaupa eitthvað, þá nánast 100% örugt að ég finn það ekki. En þá finn ég kannski bara eitthvað annað Já. og hugsa bara að ég er best að kaupa þetta vegna þess að ef ég ætla einhvern tímann gaggjert að fara að kaupa þetta, þá finn ég ekki finna það. Já. Það er oft nefnilega hindrun að sko alveg að einblína á hvað maður ætlar að kaupa sko og fara svo rugglar það hausinu manni allt eitt. Já. En þetta var ótrúlega gaman þarna í London og það var svo gaman að kynnast þér að þú varst að minnast á það. Ég myndi nú ekki hvernig ég braut framtönuna, það var með Toblerone. Já, við vorum hann allar saman. Þetta var nú rosalegt. Þetta var rosalegasta ferð og hún var æðisleg sko. Já, ég fór þarna fyrst í kynlífsbúðina og keypti einhverja græjur sem þið voruð alveg voru skítrættar, við höfum nú aldrei samþýtt að vera með Hvað var elsta konan? Þér í herbyggja við vita að þú væri með þetta þátt meðferðis. Já, svo... Hvað var hún elsta konan? Var hún 80 eitthvað að nýra eða? Nei, hún var 80, segjum 80 Já, það var mammenar þarna einnar. Já, það fljóma betur. Jú, hún var allavega 70. Nei, hún var 80. Var hún áttræð? Já, ok. Já. Mér varst allavega að vera svo ungar, það var svo gaman. Já, hún var náttúrulega mjög ung, sko, og hress og ern og svo liðs, en hún var nú held ég ekkit hneyksluð á neinu, sko, var ekkit að pæli því. En hún er kannski ekki alveg orðin áttræð, þú veist, nú fæ ég svona sting í magan sem því ég segi, það var ekki orðin áttræð, ég er alltaf með svona rödd fyrir aftan mig, það borgar sig ekki. Já, og við fengum ekki hótel, þegar treystinu blá mig, sko, ég myndi vera búin að bóka þetta og ég kunni þetta ekkert og enduði með heila sýningu bara í einhverju hóteli og svo var það einn kona sem pantaði, skal ég segja þær fyrir okkur, agalega fínt hótel og þá enduði við bara í hostelherbyggi. Í kjallaranum. Guð minn góður. Þú veist, ég átti að þurft að fara vera í koju og það átti að pína mig og vera á efri hæðina því að kona sem var með okkur, hún sagðist vera með þvagleika og ég sagði bara, já, ég mér alveg sama þó að það drippli þarna niður, sko, ég fer ekki að klifra þarna upp í koju. Já, við þurftum að vera allar saman í einu herbyggju, við vorum við ekki 6. Þetta var hrikalegt og náttúrulega margir hrutu smáis og það var bara hreinlega eins og það var í kjarnorkustríð, sko. Já, og þá og það enda með því að við tvær enduðu saman í herbyggji og ég vaknaði nóttina við það að þú varst með svona rísastórt Toblerone og starfið girðingastaur og varst búin að brjóta í þér eina framtönninu. Já. Og tönnin stóð bara í Toblerone og hvað hvað ég gera? Ég var með sýninguna á morgun. Gólfinu. Já, og manstu gamla konan, hún fór úr öllum fötunum eins og fólk gerir, við erum konur hérna og þá kemur þessi fallegi afgreiðslumaðurinn, dálítið dökklitur og og allir öskruðu og görguðu, sko, því hún var berið svo, hún sagði, hvað verið að stress? Ég er gömul kona. Hann er ekkert að spá í þetta og allir voru hvað. Þetta var svo skemmtilega vitleysa. Það gerðist allt þarna. Og það voru allir spenntir og ég myndi halda ræðu, sko, þarna í sendiráðinu tannlaus, en fannst engum gaman að ég skildi fengi gert við hana, sko. Toblerone-tönnina. Nei, ég fór náttúrulega út að leita tannlæknastofu daginn eftir. Þú fannst hana?
Já, þú varst búin að ringja til Íslands og ringja út allt og það þetta ekki neitt og ég segi, ég er bara farin út að labba, ég ætla að fá mig kaffibolla og finna handa þetta tannlækni. Ég fann hann í næstu stofu og ég fór og útskýrði neyðarástandið. Já. Og þú værir skemmtikraftur og værir að halda kynningu og skemmta í sendiráði og það bara yrði að redda þessu. Og það var alveg stappfull biðstofan og bara, já, við reddum þessu, hún verður bara að koma strax. Og ég sagði, hvað kostar þetta? Já, þetta verður allavega 60 pund og það var nú ekki mikið. Ekki neitt, 9.000 kall eða eitthvað, þú veist. Og þannig að ég þurfti að hringja í þig. Og ég var að komdu og þú í fullum skrúð í einhverjum glimmer eins og Elvis sko að skemmta í Las Vegas glimmer út mér og með einhvern hatt og dróst einhverjum svona rósótta tösku eftir þér og varst með galdrastaf kom sleipandi niður göttuna og inn á tannlæknastofuna og fólki alveg bara Já, en ég áttur að þakka þér fyrir þetta. Þetta var mér lítið mál. En það sem að ég hegg eftir, að þarna ferð þú út og finnur tannlæknastofu, ég er búin að snúa við veröldinni. Þetta er viss næmni hjá þér að rata á, þú ert bara með svona góða tíðinni, eins og þú varst að segja áður þarna hvernig þú finnur út hlutina, í öðruvísi samhengi heldur margir, oft á tíðum. Hugsanlega, já. Og svo ertu náttúrulega búin að vera núna, þú hefur verið blaðamaður og mér finnst og verið í útvarpi sögu sem að mér finnst bara alveg dásamleg stöð. Yndisleg stöð. Yndisleg stöð og æðislegi þættir þar og já. Og þú varst alltaf svo að þora að segja hlutina sem að mér finnst að vanta svo í blaðamennsku hér að fólk þori að segja eitthvað því að það er svona eins og þeir kalla hana mainstream, hvað segir þá meginstraumurinn? Já, sko vandamáli við mainstream media, svona mainstreams fjölmiðla, það er ekki bara það að það sé einhvern veginn verið að reyna, sko eins og ég sé það allavega, þá er eins og dagskrávaldi sérstaklega varðandi fréttir sem kom frá útlöndum, að minna hérna heima. Þegar maður les fjölmiðlana, ég er nú ekki að tala reynsluna mína frá fjölmiðlum, ég er bara að tala eins og það horfir við manni, það er eins og sé eitthvað dagskrárvald einhver staðar í útlöndum og svo er bara línan lögð og þá er eins og fjölmiðlar sko jafnvel á Íslandi verði að taka það upp og bara segja frá því sem sagt, þetta er kallað narrativ á ensku og þetta, sko í dag þetta er svo skrítið, þetta jaðrar við og kannski var þetta alltaf svona maður bara fattaði ekki fyrir núna að það er eins og þessi bara eitthvað svona áráðurslína og þú veist það sem ég gerði, ég sagði bara nei, ég er ekki tilbúin að kaupa það að hér sé að verða einhverjar loftslagshamfarir af mannavöldum og því var tekið mjög illa en samt er það sannleikurinn. Er það ekki þá rétt trúnaður að trúa öllu sem er matreitt og er maður þá rétt trúnaður sinni að mér er svo skrítin öllu sem nöfn, sko, ég er að reyna að vita hvað þetta þýður og sko, þetta þýður. Það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir fólk að taka ekki undir með þessum páfum og allsherjar góðum sem að fylgja þessari harlínu, það er alveg sama hvort það er COVID eða loftslagsofstækið eða svona ýmislegt annað það er bara svo bara rétt trúnaður í sambandi við margt sko, eins og í sambandi við bara feminisma eða réttindi ýmissa hópa sko að það er ekki tekið undir einhvers konar hvað við að segja guðspjöllin í þessum málflokkum að þá er farið mjög harkalega með fólk sko. Er þetta ekki smáborgaraháttur að því að þegar fólk getur ekki mynda sér skoðun og þórað að hafa hana í frammi? Jú, sko í raun og veru það sem að við heldur þessu. Ég segi það ekki, mér er smáborgaraháttur þegar maður er með skýta á netinu og svona, þú veist, frekar svona leiðindi. Nei, þetta er meira svona fólk kannski trúir þess ekkert.
en það bara vill vera sko skýla sér á bak við meiri hlutan. Já. Þannig þau eru hrædd, þetta er svolítið eins og að vera bara á leikvelli, þar sem að einhverjir eru að ráðast á einhver aðra eða einhvern annan, leggja einelti eða berjan eða eitthvað. Þau sjá alveg að þetta er ekki í lagi, en þú er ekki að hafa sig frammi, sko. Það er auðveldar að vera í liðinu með, sko, og vona bara að verða ekki tekin fyrir sjálfur. Þetta er ræfildómur. Þetta er ræfildómur vegna þess að það þarf ekkert svo marga. Til dæmis segjum bara eins og með loftslagsmálin að ef það eru kannski bara segjum 5 mann sem hafa sig frammi og segja bara nei, við erum ekki sammála þessu og það eru fleiri gögn og fleiri upplýsingar sem að þarf að líta til og fleiri rannsóknir og svona og ef það eru bara 5 manns þá er svo auðvelt að jaðarsetja þau en leiður orðin ekki nema kannski 15 í viðbót þá er þetta búið, þá er þetta fallið. Já. Og þetta er alveg sama hvað það er. Það þarf ekki svo marga í viðbót bara til þess að fella þetta. Því að þetta er náttúrulega bara eitthvað fróðaskilur. Þetta er bara einhver fróða sem að bara hjaðnar strax og fólk segir bara nei, við erum ekki tilbúin þetta og í rauninni að sama hverju við trúum eða hvað við ákveðum að sé rétt. Við erum bara ekki tilbúin að hér ríki einhver harðlína mikilvægum mál. Já. Vegna þess að segjum bara eins og í loftslagsmálunum nú búið að borga 10 milljarða og það veit enginn hvað við vorum að borga fyrir. Nei. Er einhver mælanleg áhrif á loftslagið? Nei, og ég þurfum ekki að fara í mál við gósið. Eldgósið? Mér finnst svolítið merkilegt og gaman að því að þeir náttúrulega, fólk sem á landið, það fær náttúrulega sinn pening þegar að fólk kemur þarna í litlum flugvélum og svona þyrlum meina, náttúrulega líklega ekki flugvillur þarna. Og mér finnst það alveg réttlátt, skilir, og mér finnst það þetta er algjörlega réttlátt. Og svo fyrir ég að spá í að það mengar meira heldur en allur floti okkar Íslendinga, sem sagt bílar og verksmiður, þetta gos. Ég var bara að spá í hvort að við ættum að senda þeim reikningi, ég er að grína sko með þetta, en ég meina eða gosinu. Þetta er náttúrulega allt saman einn allsherja brandari og keisarin er bara nakin í þessu máli. Keisarin er nakin. Og það má enginn segja það. Nei. Eða það mega allir segja það. Ef allir segja bara, keisarin er nakin og benda á það, þá er þetta búið. Já. En get ekki verið pólskipti með að ég var að lesa ég man ekki hversu margra 100 ára fresti, þá haggast póllinn aðeins og kemur vesinn á mörgum stöðum á nettinum. Þurrkast upp sumir staðir og aðrir verða heitir. Ég man ekki hver spáði því að 2025 er hérna sólarstrendur, ég er ekki vissum að við náum því og næstu 4 árum. Það er alltaf verið að spá heimsendi. Alltaf. Já. Og það er alls konar hluti búin að gerast, eins og til dæmis fimbulvetur. Já. Það var fimbulvetur hérna í fornöld. Og það var eldgos, það er ekki vita hvort það var á Íslandi eða einhvers þar annar staðar. Þetta er það sem er í góðsögnunum kallað fimbulvetur vegna þess að það var samfleittur vetur í svona 3 ár eða eitthvað, kom ekki sumar. Jesús minn. Og samt sem áður lifa mennirnir að. Já. Við, það skiptir engum máli hvaða breytingar og umbreytingar og hamfæri verða. Við aðlögum okkur. Og við verum að... Móðir jörð líka, hún kann að hreinsa sig, en við þurfum náttúrulega að hreinsa skítinn og sjónum og... Móðir jörð getur eitt okkur svona. Já, á 5 mínútum getum við öll verið dauð, sko. Já. Við þurfum að gróðsetja tré og... Auðvitað maður að ganga vel um og vera tillitsamur. Eftir aðra. Ég kenni það börnum og öllum og við höfum farið í svona ferðir að þrífa strendur og svo gaman. Já. En þetta er eitthvað sem þetta eru gömulgildi. Það er, umhverfisvernd er ekkert nýtt. Það að ganga af snyrtimennsku og tillitssemi og taka ekki meira heldur maður þarf. Þetta er eitthvað sem maður lærða gamla fólkinu. Þetta er ekkert Þetta er ekki ný vísindi. En manstu með frostaveturinn mikla, ég veit að þú ert ekki það gömul, en það voru 3 vondir dagar á frostaveturinn mikli 2018. Það voru bara 3 miklir, þá kom alveg... Miklu frostadagar? Já, svakalegir, sko. Já. Bara 3. Nú? Og þá voru þetta kallað frostaveturinn mikli. Nú, ég vissi það ekki.
Nei, mér fannst það svo Það er gaman. alltaf verið að gera svo mikið úr hlutunum, alltaf Já. verið að hræða fólk. Svo verið Já. að tala um það núna, já, yfirborð sjávar gæti hækka. Hvað gerist þá? Fólk flytur bara aðeins lengra inn í land. Já, Það er það ekki hefur flóknara en alltaf það. hækkað og lækkað og svona og það Já, er flækt já, já. yfir og sérðu bara Feneyjar núna. Það er svolítið mikið, sem sagt, sjávarborð hefur hækkað og náttúrulega Grænlandi pína bráðna og hérna, en þeir eru að græða á því. Þeir eru að finna fleiri málma, það er komin, sem sagt, og bara þeir eru að fara upp og í lífinu, grænlendingar. Já, Af því að já. þeir voru náttúrulega teknir og settir í blokkir og skipa fyrir að gera Verið svona. teknir og úr hitt og- snjóhúsunum. Já, hríkalegt. Já, já, já. Vill maður ekki snúa aftur í snjóhúsin, það var bara yndislegt að vera að búa þar við. Já, ég veit það ekki. Nei, fólk sko. Ég vil ekki fara aftur í Torfbæ. Í Torfbæ. Vilt þú? Viltu búa í Torfbæ? Alls ekki ég sko, en ég er Nei, að segja að fólk er að þetta er leita góður. eftir því gamla og býr í einhverjum hérna íshellum og ýmislegt og svona. Það er ofta að leita eftir þessari vitleysu. Ég myndi aldrei vilja búa í hvorki snjóhúsinni, Torfbænni, tjaldið eða Nei, neinu nei. sko. Sko, þegar maður er að tala um að horfa tilbaka, að þá er maður að tala um í raunin að halda í sko það sem hefur reynst vel af reynslu kynslóðana. Já, Og það er kannski bara í formi gilda og hegðunar og eitthvað svoleiðis en ekki veraldlegra hluta eins og híbíla eða eitthvað þannig. Þú veist. já. Mér langar ekki til dæmis að vera á hestvagni eða búa í Torfbæ eða Helli, bara Já. nei takk. Nei, þeir myndi ekki að vilja vera með skallagrými í Helli. Kannski. Já, Ah, bara smástund, bara svona í sig ferðalagi, það væri bara 3 dagar. Nei, ég veit það ekki. Maður er alltaf svona, maður er byrjað að horfa svolítið svona, hvað er kallmennskan í dag? Þú veist, hann var náttúrulega kannski svolítið yktur. Já, En hann var bjó mi- hann í Helli, var það ekki Gretti? Nei, hann bjó að borga mýrum, hann Já, hann Egil Skallagrímsson. Já. En hann var skáld Mhm. og mikill bardagamaður og höfðingi og samningamaður og allt saman. Og mér finnst sko, það þarf að mér er svolítið leiðilegt, núna er alltaf verið að tala um einhver eitra kallmennska. Hvað er eitru kallmennska? Já, Eitru kallmennska, er það ekki bara menn sem að skortir kallmennsku? jú, þetta var náttúrulega líklega verið eitru kallmennska, en ég er nú spáði hvað konan hans greið hefur þurft að gera til þess að hann hefur getað hangið í þessu. Nei, Ekki gerðu kallmenn það, rétt eins og allt annað. já, hann hafi ekki bara verið búið þarna á flottu bíli og... Jú, þetta var náttúrulega þetta fallegasti bara bæjastæði í heiminum. Já, og menn þurfa að vinna fyrir því, sko. Já. Og þeir þurfa að verja það með kjafti og klóm. Já, hann var náttúrulega bara... Konuna, ættina, Já, mannorðið, landið, allt saman. svo gaman að sögu. Það er það. Já, og við erum núna að skapa sögu. Og það sem varst að tala um að það verður alltaf að gera okkur óttaslegin yfir öllu, hrætta við allt og það er ofbóðslega mikil óttastjórnun í gangi og ég held að það sé að það eina sem drepur mann í raun og veru, það er ótti. Já, sko, með svona þegar fólk er svona hrætt og einhvern veginn þúringu og er að reyna að gera alltaf, sko, vera hlýðið og gera öllum og öllu til hæfis, það verður alltaf minna og minna. Það minkar alltaf og minkar. Verður mauru. Eins og minkabúið. Já, eins og minkabúið. Þetta er eftir. Já. Og sko, og núna er tíminn bara til þess að duga að drepa, sko. Þetta þýðir ekki lengur. Dugað að drepast, þetta er æðislegt Þetta er bara gott. Ég meina, sko... Og nú er það Uncle Ben að það má ekki vera myndadökkum manni af því að það minnir á þrælatíð og þá komum við að því að... Það má ekki einu sinni kalla konur. Það er núna í útlandum, þá er byrjað að kalla konur einstaklingar með leg. Já, þetta er rosalega langt. Eða hvað, er það svona legmenni eða... Ég veit ekki, þú veist, þetta er ræðilegt. Það verið, sko... Þetta er orðið sem ekki rugl að núna verið að þurrka sem sagt, það er eins og sé verið að þurrka sko hörundstökt fólk í burtu af myndum og vörumerkjum og bara einhvern veginn úr sögunni og konur líka. Já. Og maður bara svona, fyrir hvernig er þetta, þú Já. veist?
þetta er Og rosa líka bara, þú veist að, sko, að þegar að fólk, til dæmis eins og ég var að segja þér þarna að það búið að banna mjallhvít og dvergarna 7 í ýmsum fylgjum í Bandaríkjunum út af því að sem sagt, þegar prinsinn kissir hana liggur niður, já, því að hún er meðvitundalaus. Já, með Og það búið að eplabitann í banna ýmsar hálsinum. sögur og maður má ekki En var það segja... ekki út af dvergunum? Nei, dvergarnir, hvað voru þeir að gera? Nei, ég Dvergarnir voru ekkert að gera við hana. Nei, en eru dvergar ekki minnihluta-hópur? Já, guðanabænum ekki minnast á þetta. Sagan var bönnuð af því að hún var sofandi og Já. prinsinn var að kissa hana meðan hún var sofandi. Nei, hún var samt meðvitunda lítil, það var ekki vita að hún var í sofanda því það var ekki hægt að vekja hana. Í dvala, sofandi, hvað sem, en það var svona ástæðan okkur þetta var bannað. Já, ég er alveg sammála því. Hún var ekki með meðvindin. Nei, það má líka þá stroka Ég vona að koma einhver prins og Þetta er á kissi mig Dexóminn, hann er svona meðvitundarlaus. bakrödd. Hvað segirðu? Ég vona að prins veki mig úr meðvitundaleysi með kossi. Ég meina, Já. er þetta ímynd til þess eitthvað betra? Já, en sko, já, hvað er langt sinni yfir kist? Það er hvað... Já, ég þarf 12. En... Það var bara núna helgina. Hæ? Ljúga Segir kvikmyndatökumaðurinn minn, hann er að örugglega hérna elta mig á röndum hérna með eitthvað. Elsku Dexóminn. Hvað sástu? Þig, Að vera að kýsa hvern? einhvern. Já, hérna, já, og sem sagt, og svo kannski, þetta, þú veist að þú ert, ef að fólk er feitt, þá sagt, þá má ekki segja neitt um það eða grant eða með ómikla vöðva eða, það er eins og fólk get ekki rauðhærðir, þú veist, þeir eru náttúrulega orðnir minnihlutahópur, þú veist, þetta er orðið svolítið skelfileg veröld að horfast á þegar að grínistar, Já, það er búið að með ekki skipta segja öllum. eitt brandara, þá eru þeir bara dauðir, sko, og bara grafnir og, Það er verið að og reyna að svoleiðis. slíta okkur öll í sundur. já, Af því að við erum öll eitt Já. í heilugum anda. Og núna er verið að reyna að gera alla óvinum. Þannig Já. að allir eru alltaf að einhvern veginn að rífast og kýtast og Já. vera ósamala og flokka sér niður í einhverja svona svo í réttunum, það er komið svona hólf já, og það er svona eftir hvernig rollurnar eru á litin eða hvort það eru einiðar eða svona sem það er með svona raði í hólfum. já. Og svo fara bara allir beint í Og sláturhúsið. hrútarnir eru allir drefnir þar. Okkur er ekki sagt um þetta að það er alltaf 1 hrútur og 300 kindur á hverjum bæ, 50 hænur en bara 1 hani. Ég segi svona að það er oft svona, hefur ekki tekið eftir þessu? Ég er úr 101. Já, þú 101, þú vissir það að þegar hæna þarf ekki hana náttúrulega til að klekja egg þegar fólk er að segja þetta sé fósturvísir, að því að hún er með 4.000 sem sagt möguleika að leggja, maður segir að já, 4.000 egg án þess að nokkur hani komi nálagt og það er ekki hægt að það komi ungi úr eggi þar sem að er engin hani. Sjá, hún er heppin, hún er bara framleiðsla. Er það ekki sama og gerist þegar að við fyrir mót? Jú, egglos, sjáðu hvað við höfum mörg. Þetta er bara En af bara hverju sama. er það ekki nýtt þá meira? Var það ekki góð framleiðsla að fara með? Svona í blóðmöru eða hvað áttu við? Elsku hjartans Erna mín, hún bað mig nefnilega að taka með sér slátur, það var að fyrsta sem hún sagði og ég kann það alveg en ég nenni því alls ekki. Og þú ert með svona Facebook síðu gamaldags matargerð. Já, gamaldags matur. Og það var bara óvart. Já, Þú er lífið ekki svolítið óvart en samt ekki? það er allt einhvern veginn óvart hjá mér. Það er bara einhvern veginn gerist eitthvað og Samt ekki. það bara hlutinni koma bara. Þú ert bara einhvers stað búin að kalla á þetta óvart. Já, þá voru komin aftur að því að það er óvart. Já. Allt í einu óvart. Já, því þú sagði hlutinni koma óvart og ég sagði samt ekki. Ég ætla ekki að fara út í það sem ég sagði, þú hlusta bara á þáttinn þegar það kemur út. Já, þú ert með það, mér finnst það svo magnað og merkilegt að því þú varst að segja að það er allt í lagi, þú hefur aldrei fengið niðurgang nema kannski 2 svar, sko, og það er út af því að þú ert svolítið mikið að borða þennan hreina mat sem að tengist Íslandi. Já, sko, ég ólst upp við gamaldagsmat og þetta byrjaði allt með því að ég sögð hrossabjúga og bauð mömmu í mat. Bjúga
með kartöflum og Já, já, já. eins og gengur. Já, já. Og Eitt bjúga bara. Fyrir ykkur já, báða. ég meina, rossabjúga, þetta er bara svona eitt bjúga. Já, ef þú kaupir eitt, þá er það eitt. En það er líka hægt að fóta við í pakka. Já, já, fyrir ekki. Eitt á mann. Já, já, já. En mér staðislega rosa bjóðu. Já, ég tók myndaðis og sett á Facebook, ég sett aldrei mat á Facebook og það bara rosa margir að læka og eitthvað, svona einhverju kallar og svona fólk sem að elskar svona íslenska gamaldagsmat. Þannig ég hugsaði bara best að gera bara sér grúpu þetta, nema ég vildi hafa þetta fyrir gamaldagsmat, ekki bara íslenskan heldur, að ég hugsa með mér kannski að því að þú veist, það er fullt af fólki sem að er annar staðar frá, sem að býra á Íslandi, ég held að sé orðin 1,5 eða eitthvað svo leiðis. Kannski getur þau vilja vera með og koma eitthvað gamaldagsis og pierogi frá Pólandi eða eitthvað. Já, já, já. Og svo er fullt af Íslandingum sem býr í erlendis líka. Og svo bara, ég held að þetta er ekki neitt, bara kannski 50 manns eða eitthvað. Nei, það bara rúaðist og það er, ég held að sé komið 29.000 manns. Heyrðu. Og það er bara allt að gerast, það Já. er alveg bara tugir færsluna og mynda á dag og rosa gaman, skemmtilegt. svo skemmtilegt fólk inni og rosa gaman. Gamaldags matur Já, á Facebook. þannig að þetta var bara til óvart, Já, að því ég held að er rosa bjúa handa mömmu. já. Það getur verið að einhver hafa hugsað, áhver er ekki tilneitt gamaldags mat og bara setur þú út í heimingvolfið og þú sem að lest aðstæður, þú veist, hafi gert þetta því að þetta er allt svona, ég til þetta sé allt svona í samhengi. Já, þetta var klárlega eitthvað sem að vantaði. Já, mér finnst þetta æðislegt að bara fólk skoði þetta og þetta er auðvelt, er það ekki? Það var ekki alltaf auðvelt hérna, ég var Ekki nú endilega. eldri en þú svolítið. Ekki endilega, sko. Nei, ekki endilega. En það er óbúslega mikið, til dæmis ég var að gera þáttundaginn. Mhm. Ég byrjaði svona aðeins að gera þætti gamaldagsmat og ég var að taka hann upp. Það var notað kjötfars Mhm. í uppskriftina. Og kjötfars, kjötfars er bara, þetta er bara vandaður góðu matur. Það er bara topp ráefni í þessu. Var það svona í formi og sett í miðjan, svikil héri? Hvað varst að gera með kjötfast? Þenn gamaldagsmat? Já, það er svikin hér í. Já, já. Það er náttúrulega misjant eftir, þú veist, þetta er svolítið misjant hvað hvað fyrir eftir hvað þú ert gamall, hvort að maturinn er gamaldags eða ekki. Já. Þannig að þeir sem eru orðnir mjög fullorðnir, að þeim finnst ekki vera gamaldags matur, til dæmis, ég segjum bara pulsa með öllu, finnst þeim ekki vera gamaldags matur, þeim finnst það vera eitthvað nýtt, sko. En svikin héri er gamaldags matur, sko. Algjörlega, Já. og þetta var ofsalega gott. Mhm. Það er auðvelt þannig að séð, en það var ekki auðvelt þegar þú varst að taka þetta upp, eitthvað. Ég fekk til mín gest sem að vildi elda þetta og þetta var bara mjög skemmtilegt að byrja á þessu. Og það gekk bara, þú varst að segja að það væri, hvað er það, minna við vorum að tala að það væri erfitt að margur gamaldags matur. Sumt getur bara verið mjög erfitt að fá, þú veist. Já. Segjum til dæmis að þú ætlar að vera með súrjúur. Hvað ætlar að fá þau? Já, súrbeljujúur, já, það er allstaðar. Þú Ekki? verður reyndar að sússa þau, af því að þau eru ekkert, þú getur náttúrulega, það er verið að aflífa beljur út allt, sko. og svo þarftu náttúrulega að sússa. Já. Já. Svo er sumt sem að fæst ekki nema ákveðnum ástímum, eins og til dæmis bjargfuglsegg. Svo er sumi matur sem er mjög staðbundinn, eins og til dæmis fíll sem er borðaður í Skaftafellssýslum og Já. í Vestmannaeyjum. Aldrei borðað á mínu svæði í Snæfellsnesi. Nei, ég vissi ekki eins og af þessu. Aldrei heyrt Fyrir þetta. en að ég byrjaði með þessa grúpu Aldrei heyrt og það þetta. var rosa gaman að fylgjast með þessu. Erfitt að elda hann ábyggilega. Og svo eru, já, en svo er sumt til dæmis svo að taka slátur. Það þarf svolítið að kunnáttu í það. Mhm. Og þú veist, þetta er svona stundum er maturinn ekki flókin, en þú þarft að kunna eitthvað ákveðið triks til þess að hann verði það ekki akkurát og öllu? góður. Ef þú veist hvernig Jú, að gera í það. raun og veru, sko. Já. Jú, það er alveg rétt hjá þér. Mhm. Þannig að, jú, ég myndi segja svona íslenskur gamaldags matur, ef þú fær hráefni og þetta veldur oft svolítið mikið á hráefninu, til dæmis hvar færðu bestu reyktu bjúun eða hvar Já. færðu besta sígnafiskin. Þú þarft að vera með það svolítið líka örgla á síðunni til fyrir fólk. Hvað verður Góð hugmynd. kólaportið? Það var Já. alltaf verið að selja hana mat þar. Já. En núna verður að koma þarna Það, eitthvað fínir í, sko, og ég veit ekki Já. hvað verður
vegna þess að þeir sem voru með matinn og svona, þeir finna sér bara sitt port. Það hvað sem var ekki bílastæði þarna Já. fyrir utan og fyrir svona jepplinga eins og mig, labba nú helst ekki lengra en ég þarf, þó ég labbi mikið innan hús, að þá var kólaportið, ég var hætt að fara þangað alveg. Já, ég svona rölti Þú ert náttúrulega einstaka sinnum. miðbæjar og svo segir maður, svo eru fólk í miðbæna kallið miðbæjar rottur. Af því að Já. manstu það fólk sem, sko að því að öfundsýkin að útkverfa liðinu þú veist, Já, að það hefur örugglega búið til þetta orð. Og ég hef aldrei pælt í því áður en ég sagði það voru engar rottur til í kólaportinu náttúrulega. sko ég get samt sagt þér það að þú getur ekki búið á jarðhæð eða í kjallara í miðbænum, hlíðunum og vesturbænum nema að vera með kött. Annars ertu bara að koma með rottuðin til þín. Fólk heldur þetta séu gæludýr. Kötturinn minn er í fullri vinnu, sko. Já, mér finnst þannig að fá borgað frá borginni. Hann En kemur hann nokkuð inn með rotturnar eins og þeir komið inn með mýstnar? Nei, hann Hvernig kemur ekki veistu inn. að þá var hann með að slátra þessu rottum? Ég veit það bara vegna þess að nágrannar mína sem eru ekki með ketti, þeir hafa fengið rottur inn til sín. Ég fæ Já. aldrei rottur. Nei. Og er þetta búið að vera eitthvað mikið núna finnst þér að því að við Nei, þetta er eigum bara að alltaf lesa svona. í hvað rotturnar gera og við eigum að lesa í hvað dýrin gera og hvað fuglarnir eru að gera, þá vitið þið hvaða vindur og veður og vindur verða og svona. Þetta var alltaf gert í minni sveit. Já, maður verður sko, ég var reyndar heppin. Lesið í rottur í 101. Já, ég veit ekki kannski, ert að meina að maður ætti kannski að taka hana og skera hann upp Já. og spá í inneflin eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki vissum að því þau eru svo lítil með við kind en rottur eru vannmettnar að því að þó þessi ófríðar að þá eru þær ótrúlega vitrar. Þær eru með þetta innsæja, vita hvað er að fara að gerast, þær eru fyrstar frá skipi, þær redda sér alltaf hvert þær ætla að fara og þær eru mikil viskustykkina því þær eru ljótar greiðin. Það er ekkert svo ljótar. Nei, en ég hef séð risarottu sko út í Indlandi. Já. Þær eru soldiskeri. Maður vill satt ekki fá það reyn til sín af því að Er það ekki? þær eru búnar að vera í klóakinu og Það er ekki eins og maður sé alltaf í klókinu sjálfur. þær eru laupandi það. Í öllu súklaðinu. Já. Ef maður vill fá svarta dauða, þú er svona þegar COVID er búið, Já. bara svo við höfum eitthvað að gera og þá er það kannski Mér finnst góð hugmynd. það svona hljóma betur svarti dauði heldur en COVID. Þetta, þú veist, mér finnst það hljóma Já, betur af því að þá hefur maður Þetta COVID var aldrei að fljúa hjá mér sko, eins og Nei, margir vita sjálfsagt. Já, en ég segi bara fólk á ekki vera hrætt við neitt, hvorki COVID, Nei, ég hef ekki sprautur. verið hrædd við það. Bara hætta að vera, sko, það sem fókusin fer lífið það er mín skoðun. Sko, ég hef ekki Ég verið hef aldrei hrædd. vitað annað eins. Nei, nákvæmlega. Við rættum ekki neitt annað, hvað voru margir á spítala. Fólk bara kóðnaði niður, bara, þú veist, Og dó bara. úr hræðslu. Já. Mér hefur ekki tekist að fá COVID Nei. og Reyndirðu það? Nei, ég reyndi ekki sérstaklega Nei. en ég reyndi heldur ekkit sérstaklega að passa mig. Ég tók Nei. náttúrulega tillit til annara, skiluru. Man neyddist til þess. Já, maður tekur bara tillit til fólks, ég er þannig típa. maður verður að gera. En þú veist, Já. en ég held að COVID hafi verið hrættara við mig heldur en ég við COVID. Já, ég meina, Ég skil ekki, sko, fólk hefði kannski frekar átt að díla við það þannig. já, ég held að þú hafi fengið COVID og bara ekki tekið eftir því. og svo mikið að Hugsanlega. gera. Mér finnst það í alvörunni. Ég er ekki búin að fara í próf. Nei, vegna ég þess held að við getum ekki lengur farið í mótefnamælingu. Ég langar að skoða það. Ég myndi brjálast ef einhver myndi stinga einhverju priki upp í nefið á mig. Já, Ég held að myndi hægt bara við mig. vera reflex, ég myndi kýlan. Ég Já, nei, hata að láta koma við nefið á mér. Já, ég líka. Það nef skipt Bara með nefið og eyrun, ég bilast, sko. Ég er alveg sem eyrun, en þeir geta bara, þá tekið bara úr öðru annari hólu hjá mér, sko, heldur en nefinu. Nei, þessi potað upp í heila. Já, ég veit það þú getur sagt nei við því. Sko, fólk er bara, þetta er bara penetration. Þetta er bara eins og nauðgun. Það sem þú vilt ekki gera er nauðgun. Þú veist Já. í raun, ef að þú vilt ekki gera eitthvað og þú ert nauðbeigður til þess en vilt það ekki, það er nauðgun. Það er búið að nauðga allir í þjóðinni. Upp í nefið og ef að fólk, og svo er búið að læsa það inni í fangelsi. Ekki alveg alla, en Nei. þú veist það er búið að setja fólk í einangrun Já. og sótkví, heilbreytt fólk og svo er búið að pota með prjónu upp í heilan á þeim.
Já, það er bara svona þunnu, Akkur lætur fólk frá heilanum, koma frá svona fram? nefinu, það er bara svona þunnu hlið frá endanum á nefinu upp í heila, vissirðu það? Það er bara svona, ég veit ekki hvað það heitir, það er svona ofsalega þunn bein, eða það eru bein. Egyptar gerði þetta við þræla, pota með priki hérna Já, upp í heilan til Já. þess að eyða sko mótþróa og andstöðu. já, Já, þetta er tæknið sem er nótið. já. Það er búið að gera Nei, þetta. þetta verður ekki gert við mig, sko, ekki fara upp í nefið, af því ég get það ekki heldur. Ekki ég heldur, ég geta ekki. Svo ég held mér þó bara heima ef þeir ætla eitthvað fara að pota upp í nefið á mig, sko, ég get sagt þér það. Já, við getum ekki látið koma á svona fram með okkur. Ég menn fólk hlýtur að eða ætla fólk bara að lippast Nei, ég bara ferðast ekki til þeirra staða sem þeir ætla að koma með eitthvað upp í nefið á mér. Nei, ég meina ætla Íslendingar að láta bjóða sér þetta áfram. Bara lippast svona niður. Nei, Nú kemur mér prjón og setja hann upp í nefið. Já. nei. Ræðilegt. Við, eins og þú varst að segja kannski sjálfa, þá hlustum við á það sem eru fréttir og annað og förum eftir því að við viljum vera heiðalegi borgarar og kannski er ekki allt rétt sem við erum að skoða og við þurfum að læra að skoða hlutina frá öllum hliðum, er það ekki? Já, það hefur örugglega aldrei verið auðveldara en líka erfiðara að Já. ná sér upplýsingar heldur en núna vegna þess að það er fullt af góðum upplýsingum út allt en það getur verið erfitt að finna þær út af því að það er fullt af svona ekki sérstaklega góðum og vönduðum upplýsingum út allt. En finnur maður ekki það sem maður vill finna? Ef þú vilt finna upplýsingar að standa með þessu eða upplýsingar að standa með þessu af því að maður finnur það sem maður vill finna. En ég ætla aðeins að fara út frá þessu því mér finnst og legg til að við hættum að veita þessu athygli. Já, góð hugmynd. Já, hættum og gerum bara meira fjör, sko. Yes. Betri kjör. Já. En ég var að spá í, þarna ertu búin að vera mikið blaðamaður og þú ert búin að vinna úti. Ég spurði nú ekki hvar þú hefði unnið úti. Hvar var það? Heyrðu, ég var að vinna fyrir fyrirtæki sem að byrjaði árið 1999 með sportsbetting og fjárhættuspil á netinu. Það heitir Bwin. Ég var að vinna þar og það var bara margir séð auglýsingar frá þessu fyrirtæki á skirtum. Guðanabæna verður ekki að auglýsa þetta fyrirtæki. Og skirtum fótboltamanna. Og já, ég var að vinna þarna við... Ekki langt síðan þetta var. Jú, það er orðið Sportsbetting. Sportsbetting. Já, ég þurfti að ég náðu þessu núna. Íþróttaveðmál. Já, ég held að það væri bara svona... Póker og kasínuleikir. Nú, já, ok, þá var það sem ég held. Nei. Já, ég var að spila póker og ég fór að vinna við sem sagt póker og kasínuleiki við Þú varst að spila póker bara? Já. Ég reyndi eins og að spila póker í svona húsi, einhverju, og ég vann pottinn og svo reyndi ég að blöffa aftur, sem sagt, annarspilið og tapaði öllu. En þú, að því það er ekki margar konur snillingar í póker, er það ekki rétt hjá mér? Meða við? Mér fannst þetta rosalega gaman. Að því var skóðið því eða fannst það gaman? Já, ég kom út í smávegis pluss, ekkert greiðlega miklum. Ég var líka aðlega bara að spila mót. Já. Var í svona sport. Það var ekki fík, líka, þið fannst þetta gaman og passaðir þig á hvaða, Já, það er bara, þú veist, það er náttúrulega ekkert að því ef að fólk er með áhugamál að spila póker og kannski eða segir ég ætla að eyða 10 skalli eða 20 skalli í áhugamáli mitt í hverju mánuði ákveður að kannski að það sé í lagi að tapa 10 eða 20 krónum á mánuði þá er það ekkert þú stýrar áhugamál heldur en að vera kannski bara í líkamsrækt eða einhverju. Já, þú alveg heldur mig þar. En ef að fólk er að spila þangað til að það byrjaði að lenda í erfileikum, það getur ekki borga reikningana, það getur ekki lagt fyrir og það getur, þú veist, það er bara... Það er eins og með allt sem að grípur þig. Já, bara svipaða með áfengi eða mat eða bara hvað eina. Það getur ekki drukkið þetta eina glas og þurft alltaf að klára 3 vodkaflöskur, þá er kannski ágætt að hætta því. Já, þannig að fjárhættuspil, ef þau eru stjórnlaus, að það er... Ræðilegt, eins og það þá er þetta bara eitthvað vísbendingu að manneskjan hafi ekki stjórn á sinni lífi og var þetta óvart að þú fórst að vinna við þetta? Er það út að áhuga að þú leiðst
allt í hennu ferð að Nei, vinna það var út af því að ég flutti þarna út og ég gat ekki fengið vinnu af því Ísland var ekki í Evrópusambandinu. Nú, Já, sem betur fer kannski. og ég var að reyna að útskýra við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og fólk bara, ég veit ekkert hvað það út með þig, ég vil bara fá, þú veist, það veit ekki Hvaða land var þetta þá? Þetta var Austurríki. Jæja. Já, og endanum, og þú veist, ég held ég var búin að sækja á 250 stöðum. Já. Ég bara sótti þarna bara, hugsaði bara með, ég get alveg prófað, þú veist, mér er gaman að spila, akkur ekki. Og það voru, Breti og Svíi, og þeir vissu hvað, ES var, sko. Já. Allavega Svíin vissi það, sko. Bretin kannski ef hann hefur verið bret. Já, líklega. þannig að þeir bara, ég talaði fína ensku og bara, við erum að leita alþjóðlegu fólki og þannig ég fór að vinna þarna og... Yndislegt. Mér finnst þetta spennandi saga. Og svo opnaður þú keyptir kynlífs dótatækja, það var að koma eitthvað töff nýyrði. Já, Hvenær keyptir hana núna? Já, ég sem sagt eignaðist helmingslut í svona kynlífstækjabúð og svo keypti ég með eiganduna út í vor. Mér finnst þetta geggja og það voru kallar. Það voru kallar. Já, að því ég kynntist þér með kynlíf í hendinni og ég hringiði í dag og þá vissi ég ekkert af þessu og ég var svo agalega hissa að búðin héti meja.is eða meijan. Hún hét það þegar Já, einmitt, að því að hún bara hét það áður. Ég held að þá varu bara að vera að tala meginna því að þeir varu alveg kynóðir, sko. Nei, Þeir eru. þessi búð hefur verið til svolítið lengi, sko. Já, ég var að biðja að gefa kannski svona, að ég er með svona skemmtan konukvöld bráðlega og eitthvað sem bara fólk hefði skilað bara svona, þú sagðir að fólk skilað ekki. Nei, fólk skilar ekki. Nei, þú kaupir þess að 30 króna tippi, þess að flott svona og svo passar það ekki. Og það er engin mátunarklefi, ég bara spyr mig í alvörinni. Þetta er svona, ég er að spá í verð, er þetta ekki svona, þetta er svolítið dýrt að því að núna þú ert að bara á með verða milljónamæringur, þetta eru fyrirtæki sem hafa farið efst upp í skalanum með að við önnur fyrirtæki hvað þau eru að hafa út úr þessu, sem er æðislegt. Já, það er nú komið talsvert af svona búðum og samkeppnin er orðin harðari og síðan sko, já það er spurning, þú veist, ég veit það ekki. Nei. Mér finnst þetta allavega gaman og þetta er þetta getur verið skemmtilegt, viðskiptavinir eru skemmtilegir. Það er skemmtilegt fólk sem kaupir sér kynlífsdót. Það er alveg ekki spurning. Sko. Nei, sko, þú veist, er það skemmtilegra fólk? Ég er bara ekki frá því, vegna þess að ég hef stundum verið að vinna við afgreiðslu og svona verslunarstörf, svona hlutasölumennsku og eitthvað áður og ég er bara ekki frá því að þeir sem hafa samband séu bara skemmtilegast að fólk séu veitum. Já. En það er, sko... En hinir hafa ekki samband svo þekki þá ekki. Mögulega. Já. En já, þetta er náttúrulega, mér sjánt sko að flestir vilja náttúrulega hafa þetta prívat út fyrir sig, en svo náttúrulega til fólk sem er alveg útopnu það sem að það er að fást við með þetta er náttúrulega ekki feimnismáli, mér finnst þetta bara... Já, fyrir marga, sko. Já, þetta er, Það skiptir mjög miklu máli að það sé svona diskrít, þú veist, sem maður segir svona, já. Og prívat allt. Mér finnst það ætti að vera sko svona bara læst þannig á það að vera fyrir það svo því að ég man eftir í að ég keypti eins svona tippi á einhverju kvennakvöldi að því að hjón voru auglýst þetta og þetta var eini básinn og ég varð að vera svona svolítið svona gúl og keypti mig minnsta tippið og að því ég vildi ekki fara út með svona hestatippi að því það svona hefði verið farið á Facebook kannski. Já. Og svo þurfti að fara að því voru eitthvað sérstök batteri þá þurfti að fara með það og tjekka á því og ég bara get það ekki og svo var þetta dúkka upp allstaðar alltaf í húsinu og alltaf voru einhverjir að finna þetta og þetta var komið inn á borð og eitthvað svona ég hugsa, aldrei fann ég þetta sjálf
Þegar þú þurftir, Nei, þegar þú þurftir á honum að halda. já, ef ég hefði dottið það í hug þá, Já. ég man eftir ég setti sko einu svona eggatna fyrir að því út af einhverju, þess að út af maður átt að grindabólsæfingar, ég hef ekki séð það síðan, það er 12 ár síðan. Jesús. En það, okkur, þú veist, það fer ekki niður, þá er það, Já, heldur að það sé bara búið að koma sér fyrir þarna einhvers Já. staðar. ég geng með egg. Og með þessum hlátri ætlum við bara að kveðja. Já. Og ég ætla bara að segja, bara takk fyrir þig að þið veistu hvað mér finnst svo gaman að sjá fólk þora og vera svona, þú veist, það sem að þú hefur gert og sést óhrædd að vera þú sjálf og ég vona að við skoðum það svolítið að vera óhrædd að vera við sjálf. Já, það er bara komið nú hinu, Já. nú er bara komið tíminn til þess að þora og gera og vera skemmtilegur, Já, eða ekki? jú, og versla í megin.is. Já, takk. Takk kærlega fyrir að fá mig rosa gaman, alltaf gaman Takk að hitta fyrir. þig.